Túfa 6-1 sigur á móti KR. Ég býst ekki við neinu öðru að þú ert bara mjög sáttur með þína menn í dag. Já, bara mjög stoltur með liðinu að vinna leikinn og orkustíg mjög hátt, mikið fókus frá fyrsta fram á síðasta mínúta og allir sem eitt og það bara eitthvað sem við erum að vinna og leggja hart á okkur bara allan tíma síðan ég tók við liðinu og sérstaklega núna eftir síðasta tímabilin og núna bara verkefni að halda því áfram og við ætlum að leggja allt til sóluna til að halda þessu orkustíg, þennan fókus áfram í næstum leikjum. Góður leikur af þínum mönnum. Það var svona smá kafli kannski í byrjun, seinna áleika sem að KR-ingarnir komu svolítið ofar á völlinn og þeir fóru að falla svolítið niður en kannski bara lítur á rána með þína menn að hafa kannski bara surviva þá og klára þetta með 4 mörkum í endan. Já, ég meina, þegar þú spila múti KR, þú verður að vita að það verður alltaf kafli í leikjum sem þeir ætla að ná góð stjórn á boltunum, leiðin hvernig þeir eru að spila með yfirmanna fullt af leikmönnum inn í svæðinu milli varnar og miðju, mikið possession lead, þannig það kemur ekki neitt ofar, en aðal máli að þegar þú lendir í þessum kaflum, þú bara halda haus og halda skipulag sem við gerðum með finnst bara svona alveg frá upphafi til enda. Góð sóknarleikur, góð varnarleikur. Einu mark KR komur reyndar úr vítaspyrnu, bara hvað fannst þér þann dóm svona eftir? Ég ekki búinn að sjá þennan dóm aftur, skilur þannig og ég alltaf þjálfari sem fer aldrei inn í dómgæslu eftir leiki, alveg saman leikur tapast eða vinst, mjög stoltur mjög ánum með leikin okkar í dag og eins og segir þetta var svona kannski besta framistöða hjá okkur í sumar, ekki bara út af við skorum 6 mark og unnum þetta stórt, þetta var svona mest stabil framistöða varnarlega og sóknarlega eins og þú segir og alveg frá fyrsta fram á síðasta mínútu, leikmenn sem koma inn á, leikmenn sem voru að byrja leikin bara allir eins og eitt, sem eitt og það bara eitthvað sem við verðum bara að taka með okkur strax eftir 3 daga fyrir norðan. Ég voru ekki alveg á tíma að sáttu við fjórðardómarann, vildi fá skiptingu og taka Patrik Pedersen út að nokkru sekúndur síðar skorar hann, þú hlýtur ánægð með eftir og hann hafi bara haldist inn á. Já, ég vildi alltaf Patrik Pedersen inn á og hann þarf að hlusta aðeins meira á mig, ég vildi að hann tekur svona nokkra mínútur viðbúði, hann bað skiptingu og það kom svona smá miskilning á milli okkur og fjórðardómara sem betur fer, Patrik fær mark sem í rauninni bara verður uppskýring fyrir vinnu sem hann var lekk í dag í leiknum, svona hvernig hann var að skila varnarleikin og allt hitt og bara haldum áfram. Annar leikmaður Sigur Egill núna hvað leikjast leikmaður í Sögu Vals í efstild, hlýtur vera bara stoltur af þeim að fanga bara fyrir hans hönd? Bara mjög og ég tók þetta í dag og fundinu, þú verður að fá hann í viðtal. Ég vona innilega að þú ætlar að fá hann inn, hann í rauninni jafna Hauk Páll sem aðstoðarþjálfari í dag og leikmaður sem með jafn marga leiki til að í einum klubbi ná svona marga leiki og þetta við erum að tala bara markahæstu leikmæri í efstu deild en ef við sapnum þetta allt saman þá þetta fara yfir 400 leiki og þetta ekki bara segir hvað hann og Haukur og fleiri Bjarni Ólafur og fleiri sem eru með þennan fjölda leikjum eru góður í fótbolt. Þetta sýnir líka hversu persónuleiki eru þetta þegar þeir ná að vera hjá einum klubbi og sérstaklega klubbi eins og Valur tala lengi og skila fyrir klubbin og þeir eru endur í því. Haukur sem aðstoðarþjálfari og Siki sem leikmaður og þeir halda áfram með það og skila allt góðu fyrir Val. Mjög góð leikur eins og segir í dag 6-1. Næst að káa, bara hvað gefur þessi sigur liðin núna? Það hlýtur að gefa liðinu mikið sjálfstraust, bara farandi inn í framhaldi sem verður núna bara spennandi að sjá. Alveg klárlega og við setjum svolítið hátt standard í dag með leikinn, hvernig við vorum að spila þennan leik. Sjálfstraust hjá okkur alltaf búin að vera hátt, alveg saman að inn á milli kom svona tapleiki og við vorum alltaf að halda haus og leggja hart á okkur sem við erum búin að gera síðan ég tók við liðinu og það engin önnur leið, alveg saman leikur tapast eða vinst. Við verðum að halda áfram að leggja hart á sig og við ætlum að gera þetta í næstum dögum. Stöttum í leikja núna hjá okkur, eina liði sem eru í öllum keppnum, bikar, Evrópukeppni, deildin og þurfum að hugsa vel okkur og nota hver einasti dagur til að bæði rýkofa sér síðasta leik og vera klárir í næsta leik og við verðum klárir á fóstöðin fyrir norðan. Móti Akureyri þínum gömlu félögum, það hlýtur að leggast bara vel í? Já, bara alla leiki leggst vel í mig og Akureyri minn staður og Káa var og verður alltaf minn klúbbur eftir 13 ár fyrir norðan. En fyrir mér þetta bara næsti leikur og fyrir okkur eins og sagði áðan að nota núna þennan stöttan tíma á milli og vera klárir og 50 utan Káa með gott lít og erfitt alltaf að spila fyrir norðan, við verðum að vera vel klárir. Þú fór til hamingju og gangu vel.